Við höfum einblíndar lausnir sem eru kannski mjög sársauka litlar að ráðast í. Þetta hafa verið tæknilausnir mikið. Þannig að við höfum í raun og veru einblíndar lausnir sem að breyta mjög litlu. Við þurfum að færast frá þessari miklu framleiðslu á rauðu kjöti. Það er bara staðreynd. Við þurfum að gera það. Við þurfum að hætta að í raun horfa á rafbílinn sem annan bíl heimilisins eða kannski stundu þriðja bíl heimilisins. Við þurfum að horfa á rafbílinn sem bíl heimilisins. Ég held í alvöru að 1,5 sé bara vonlaust sko. Því miður, maður skoða tölurnar. Þú ert að hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál, og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað er að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkyns tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti er hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Gestur minn í þessum þætti er Brynhildur Davíðsdóttir. Brynhildur er prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og í þessum þætti ætlum við að ræða meðal annars sjálfbæra þróun, hvað eigum við með því og í hvaða átt viljum við þróast. Við ræðum líka aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og veldum fyrir okkur hvers vegna hún hefur skilað eins litlu og raun ber vitni. Við ræðum líka loftslagsráð, rafbílavæðinguna og ýmislegt fleira. Við komumst reyndar ekki yfir allt sem við ætlum að ræða, en Brynhildur samþykkti að koma aftur í þáttinn seinna og halda áfram með þessa skemmtilegu samræðu. Jæja Brynhildur, velkomin í þáttinn. Takk hérlega. Gaman að fá þig hingað. Þú ert prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, er það ekki? Jú. Er búin að vera með það alveg frá upphafi eða? Já, ég kom til Háskóla Íslands 2006 og var í raun og veru ráðin til Háskólans til þess að keyra af stað þessa nýju námsbraut sem heitir umhverfis- og auðlindafræði. Þannig að ég er búin að vera í þessari stöðu síðan 2006 og það er samt svolítið, bara svo ég segi frá því, svolítið skrítin staðan mín vegna þess að ég er í 2 deildum sem er óvanalegt. Ég er með stöðu í bæði hagfræðideild og líf- og umhverfisvísindadeild. Þannig að það er svolítið óvanalegt sem sýnir svolítið hattana, einna mörgu hatta segi ég með. Og það hefur gengið vel með þetta nám, eða ekki? Mjög Mikil svo. aðsókn? Já, mjög svo. Og í upphafi þverfræðilegt og alþjóðlegt nám og í upphafi voru aðalega bara svona aðalega líffræðinemar sem var sóttu í námið, en núna er það gjörbreytt og nú koma nemendur með alls konar bakgrunn til okkar, heimspeki, kjarneðlisfræði, alveg allt spektrumið og læra umhverfis- og auðlindafræði hjá okkar. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Okay. En svo ertu líka með annað í gangi. Þú ert varaformaður loftslagsráðs og vegna þess að við ætlum að tala hérna lausnir meðal annars og loftslagsmál. Getur sagt okkur aðeins frá því hvert er hlutverk loftslagsráðs þegar kemur að lausnum? Er þið bara að meta árangur eða er þið líka stinga upp á lausnir eða hvernig er það? Það er í raun og veru allur gangur að því. Það sem loftslagsráð, sem í raun og veru formlegt markmið loftslagsráðs og það sem við eigum að gera, ekki markmið, sem við eigum að vera að gera, er að veita stjórnvöldum bæði aðhald þegar kemur að aðgerðum í loftslagsmálum og þannig að kemur þessi aðgerðapakki að við eigum að hafa í raun álit á því sem stjórnvöld er að leggja til. En við eigum líka að gefa þeim ráð. En þar kemur líka hinn pósturinn að við erum líka að stinga upp á lausnum og það sem við höfum gert til dæmis haldið allskyns málstofur og seminars sem að það sem verið er að einblína á ákveðna þætti loftslagsmálana, beitt okkur fyrir því. Við líka höfum ákveðið miðlunarhlutverk
og til dæmis þá reyndum við að miðla inn niðurstöðum síðustu IPCC-skýrsluna allra sem kom út fyrir þá 2 og 3 árum. Þannig að það annað hlutverk. Þannig að við eigum að veita stjórnvöldum aðhald, við eigum að veita þeim ráðgjöf og síðan erum við með miðlunar og svona þekkingarmiðlunar hlutverk líka inn í íslenskt samfélag. Þannig að það sem við eigum að gera. En ég vil samt taka fram, það ekkert loftslagsráð starfandi í dag. Nei, það eru bara ráðherra, það að segja að það átt að skipa nýtt loftslagsráð það að skipunarbréf fyrrverandi loftslagsráðs rann út síðasta september og þá átt að skipa nýtt ráð en það var tekin ákvörðun það að fara í lagabreytingu á loftslagssögunum en það hefur ekki gengið eftir þannig að núna komin ný undirskrifuð reglugerð þar sem að verður núna skipa loksins nýtt loftslagsráð vorandi núna í apríl eða maí. Þannig að það svona, já, þannig að ráðherra skipaði formann og varaformann en ráðið sjálft hefur ekki verið skipað. Ok, þannig að starfsemin liggur smá niðri núna? Hún liggur niðri vegna þess að það ekkert ráð og við sem formaður og varaformaður við höfum bara verið að vinna náttúrulega með ráðinu og svo framvegis. Það sem við höfum hins vegar verið að gera sem að hefur, og við höfum náttúrulega nýtt tíman vel og við erum náttúrulega líka með framkvæmdastjóra loftslagsráðs, Þórunni Pétursdóttir. En það sem við höfum verið að gera að undirbyggja í raun starfsemi ráðsins þegar ráðið kemur. Það að segja undirbyggja að þekkinguna sem að ráðið þarf að fá strax þegar það stígur inn í sitt hlutverk og svo framvegis. Þannig að við höfum að vinna því undanfarna mánuði. Ja. Og hvernig það vegna þess að með IPCC til dæmis, þá eru þau að fjalla lausnir líka í þriðja hlutanum. Já. En hins vegar þegar hafa fengið þau fyrirmæli að í rauninni að þau eiga að vera hlutlaus gagnvart lausnum þannig að þau bara bera fram allar lausnir, mögulega lausnir sem eru í boði en mega ekki taka afstöðu til þess hvaða lausnir eigi að nota. Hvernig með loftslagsráð? Megi þið taka afstöðu? Sko við raun og veru, þegar kemur að ákveðnum lausnum, þá erum við ekki að kannski leggja áherslu á ákveðin fyrirtæki eða eitthvað slíkt. En þegar það sem stjórnvöld hafa til dæmis gert, ég bara til dæmi, það sem stjórnvöld hafa gert að þau koma til dæmis samdrætti í losun frá umferð, eða það að segja vegasamgöngum, eins og kallað, þá hafa stjórnvöld lagt áherslu á hreinorkubifreiðar sem að í raun og veru þar átt við rafbíla, eins og tæknin stendur í dag. Þannig að óbeint, verið að leggja áherslu til dæmis á rafbílavæðingu. Þannig að þeim tilfellum þá náttúrulega hefur loftslagsráð skoðun á því, skilurðu. Vegna þess að óbeint eru stjórnvöld að beina sjónum sínum að einhverju sem að sýnt hefur verið fram á að gæti verið skynsamlegt, skilurðu. Og þá kemur loftslagsráð inn og svona tjáir sig hvort að þau stjórntæki sem stjórnvöld að beita séu skynsamleg í því tilviki. En loftslagsráð tekur kannski ekki til og tekur ekki afstöðu til einstaka fyrirtækja eða tæknilausna eða eitthvað slíkt. En að þú myndist á IPCC, þau nefnilega stundum, það áhugavert vegna þess að skýrslur IPCC eru náttúrulega algjör monsters, þær eru svo stórar og þetta fer alveg úr eins og að þú myndist á Vinhóp 3, þar sem að lausnirnar eru allar setta fram. En það eru lausnir reynda líka í Vinhóp 2, vegna þess að það talað aðlögunaraðgerðir og það raun og veru hinn hliðin á peningnum sem þarf að ráðast í líka, að milda áhrifin sem svo sannarlega eru bara þegar að raungerast. En IPCC reyndar, ef þú lest stutturskýrsluna, þá eins og IPCC taki í raun mjög litla afstöðu. En ef þú ferð í djúpuskýrsluna, það að segja 3000 blaðsíðna skýrsluna, þá fer ýmislegt að koma í ljós. Það að segja að það miklu meiri í raun, myndi ég kannski halda fram nánast í afstæð tekin til hérna ýmsu lausna. Til dæmis, það afstæð tekin til mismunandi orkugjafa og varað við ákveðnum orkugjöfum. Til dæmis lífelsniti, þá til dæmis það fjallað lífelsniti þar og í raun varað við áhrifum sem að viss framleiðsla og því getur haft áhrif á til dæmis líffræðilegan fjölbreytileika. Þannig að það hægt að lesa ýmislegt út úr, samantæktarskýrslunum sem náttúrulega bara
fæsti lesa svo sem, það eru bara svona einhverju nerdar sem Já, þetta alveg mörg þúsund þetta eru blaðsíður. ég held að vera 4.000 blaðsíður þessi vinnuhóps 3 Já, skýrsla sko. það er ekki fyrir hvert sem að lesa það. Nei, það er rétt. Það er bara eitthvað fólk sem já, ég veit ekki alveg, ég veit ekki hvernig ég lakka sjálf á mig. Það er vegna sem ég er svo gaman að lesa þetta. Ég hef ekki lagt í að lesa allt, ég hef lesið einhverja samteknir og svo kannski eitt kafla eða hluta úr kafla. Já. En þetta eru svo margir kaflar. Þetta eru svo margir kaflar, þannig maður náttúrulega zoomar inn í eitthvað. En það er samt bara til að loka sem er loftslagsráð. Við vonum að loftslagsráð taki núna formlega til starfa, vonandi núna í loka apríl, byrjun maí. Og þá loksins getum við farið að tjá okkur á ný það sem er að gerast. Og það er ekki vanþörfa. Áður en við förum í lausnirnar sjálfar. Já. Svona almenn lausn stundum hefur talað að á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að lausnin sé sjálfbær þróun. En sumir vilja meina að grænn hagvöxtur sé ekki mögulegur. Hvað finnst þér það? Já, sko, bara aðeins, ef við bökkum aðeins tilbaka og aðeins hugsaum kannski í upphafi stóru myndina vegna þess að það sem við erum og það sem að við erum að reyna að gera er að tökum inn hugtaki þolmörkjarðar. Það sem við erum að reyna að gera er að einhvern veginn halda umsvifum mannsins innan þolmarka jarðarinnar en á sama tíma að standa vörðum að allir geti uppfyllt sínar grunnþarfir. Og þetta er náttúrulega í kjarnan þessi sjálfbær þróun fjallar en þó ekki kannski með svo afgerandi hætti. Vegna þess að hugtaki sjálfbær þróun vísar svolítið til í raun hreyfingar, það er ekki einhver endastöð. En þetta hugtak þolmörk jarðar er svolítið, það skilgrein í raun ákveðið takmark. Eitthvað þroskuld sem við megum bara alls ekki fara yfir þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda. Og hugtaki sjálfbær þróun hefur þróast svolítið í kannski þessa átt. Þá sérstaklega síðust ár, síðan 2009, síðan þessi fyrsta greinin þolmörk jarðar kom út. Þannig að það sem við erum að reyna að gera er að reyna að halda hagþróun innan þessara marka. En á sama tíma passa að allir fái uppfylltar sínar grunnþarfir. Og þarna kemur hugtakið grænn hagvöxtur í raun inn. Vegna þess að það sem grænn hagvöxtur í raun gerir eða á að gera er að stuðla að efnahagslegum vexti, taktur vöxtur, ekki þróun. Og það munur þarna á. Okay? Þannig að þróun talar gæði, vöxtur er bara aukning. Þannig að það sem sjálfbær þróun og þá núna þetta nýja hugtak þolmörk jarðar, eða sem var nýtt fyrir nokkrum árum, er ekki nýtt lengur, en það í raun fjallar það að við þurfum að halda hagþróun og hagvöxtur getur flokkast innan þess, innan ákveðina marka. Og þetta getur alveg þýtt að hagvöxtur getur verið grænn til einhvers tíma, þú veist, þannig að grænn hagvöxtur að mínu mati getur svo sannarlega verið mögulegur en innan ákveðna marka og það væri hægt að halda því fram að hann sé mögulegur til skemmri tíma, þú veist, út af þolmörkunum, út af því að það eru einhver takmörk sem að náttúran og plánetan okkar, þú veist, setur umsvifum mannsins. Og við þurfum að hugsa og þetta snýr upp á hagfræðingar sko, að við sem störfum innan hagfræði, við þurfum að átta okkur á hvernig við höldum hagkerfunum okkur gangandi, þú veist, ekki endilega með endalausum og miklum vexti, heldur miklu frekar að förum að einblína á þróun, hagþróun, gæði, vegna þess að það er það sem við eigum náttúrulega að gera er að stuðla að langvarandi lífsgæðum og út allan heim. Þannig að þetta er langt svar við stuttur spurningu, en já, sko sjálfbær þróun er kjarnahugtak í loftslagsmálunum vegna þess að við þurfum einhvern veginn að draga úr losun
ok? Og við haldum okkur innan þolmarka jarðar en á sama tíma passa að allir geti uppfyllt sína grunnþarfir. Þetta kannski líka smá óskýrt hugtak þróun eins og þú segir það margir kannski eiga við hagvöxt en svo getur það líka þýtt eitthvað annað á þróun maður getur þróast á ýmsan hátt. En bara því að þú myndist á sjálfbæra þróun þá eiginlega verðum að minnast á heimsmarkmiðin vegna þess að það alltaf þangar sem að við fórum líka með sjálfbærni hugtakið, þú veist og ég myndist á þessu hugmyndafræði með þolmörk jarðar og það að allir þyrftu að uppfylla sína grunnþarfir þá það er alltaf heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem er náttúrulega þessi 17 markmið sem allur heimurinn ætlar að ná og svo innan þeirra ef ég man rétt 169 sko tölusett markmið heldmunað rétt, eitthvað sirka svoleiðis 168 sem að við allur heimurinn ætlar að ná. Eitt af þessum markmiðum er að það sé mikill hagvöxtur. Vitið hvort þú vissir að því? Það er eitt af heimsmarkmiðunum að það sé mikill hagvöxtur en í ákveðnum flokki ríkja. Þeirra ríkja sem held ég leggist á ensku least developed countries. Það er að segja minnst kannski þeir sem hafa orðið fyrir minnstri hagþróun hingað til. Þau eiga að fá að halda áfram miklum hagvexti og það er raunin að veru leiðarstefi því allir getur uppfyllt sína grunnþarfir. Já, er það bara í þessum ríkjum? Það er bara í þessum ríkjum. Markmið hagvöxt. Nákvæmlega. Nei, það er náttúrulega, þú veist, það er sérstaklega tekið fram að í þessum ríkjum þarf að leifa, ég man ekki alveg orðið sem er notað, en það er nokkuð mikill hagvöxtur sem að í raun stemt er að í þessum minnstróðu löndum. En það er til þess að þau getur uppfyllt sínar skyldur og það þýðir náttúrulega fyrir okkur hérna, ríku löndin og þessa ríku þegna að við þurfum að draga miklu meira úr losun en ella vegna þess að þessi ríki eiga að fá leyfi til þess að þróast og uppfylla sínar grunnþarfir sem þýðir aukna losun þar en sem þýðir ennþá meiri samdrátt hjá okkur. Og ég veit ekki hvort þú veist það, en ég veit þú veist það, almáttur. Ég veit ekki. Nei, en ef við bara hugsum því hvað er í gangi í heiminum, þá sko höfum við aldrei losað eins mikið af gróðurhúsalofttegundum og einmitt núna heimurinn, aldrei. Við höfum aldrei notað eins mikið jarðefnaeldsneyti. En nákvæmlega núna. Ó, þú ætlar að koma í þetta fyrirgefðu, ok. En mér finnst þetta passa svo vel í það sem við vorum að tala um. Við hugsum eins. Fyrirgefðu. Ekkert mál, ég með myndina sem sýnir. Já, ok. Magn koltvísýrings í andrúmsloftinu. Já, almáttur, ok. Og fram að 2022 og með allar þessar COP-ráðstefnum sem hafa farið í gegn og svo hérna mögulegt framhald með að við sama framhald þá sjáum við bara að við erum alveg að nálgast 1,5 gráðu markmiðið og erum ekki langt kannski 10 ár í að ná 2 gráðu markmiðið sem átti að vera Parísar markmiðið sem sagt. Og mér langar að spyrja þig samandi við þetta af því að við tömum lausirnar að þetta er svolítið eins og að vera í handboltaleik og vera komin 28 COP-ráðstefnur að vera 28-0 undir og maður þarf kannski aðeins að horfa tilbaka á fyrsta hálfleikinn og hugsa hvað hefur verið að gera vitlaust hvað að þínum mati hefur verið að gera vitlaust. Þetta er rosalega stór spurning en svo réttmætt, hún er svo réttmætt vegna þess að eins og við vorum bara rétt að tala um að aldrei verið losað eins mikið af gróðurhúsalofttegundum í heiminum eins og núna og eitt sem að ég komst að frekar nýlega þannig séð er að væntanlega erum við meira segja líka að vanmeta losunina. Vegna að metanið sem er að losna á freðrýrum er ekki almennilega tekið með. Þannig að þú veist, staðan er jafnvel verri þannig séð. Já, svo eru lekar líka, metanlekar úr gaslýðslum sem maður kannski ekki tala með. Þannig að það er ýmislegt fleira í gangi en í raun og veru kannski kemur fram í beinum losunamælingum, það kemur náttúrulega svo sem fram í styrkmælingum, en í andrúmsloftinu, nema hvað. En sko, já, og aldrei verið notað eins mikið af jarðefnaeldsneyti eins og núna, þrátt fyrir allt umtalið og samtalið orkuskipti
og það er náttúrulega bara vegna þess að jú, orkuskipti eiga sér stað, en bara aukningi eftirspurn eftir aukinni orku bara svo miklu meiri heldur en þá þessi skipti sem eru hægt og rólega eiga sér stað, en þau eiga sér rosalega hægt stað. En þegar þú spyrð hvað það sem við höfum mögulega gert vitlaust og sko, það er svo margt sem kemur til og kannski, sko, ég veit ekki alveg hvort við höfum að tala að við höfum verið að gera hlutina vitlaust, en þegar kemur að loftslagssamningnum, vegna þess að við þurftum náttúrulega að ná samningi, við þurftum að ná, þegar kemur að sko loftslagsráðstefnunum og koppunum öllum 28, sko, að við þurftum náttúrulega að ná öllum ríkjum heim saman, þú veist, eins og 1992 þegar loftslagssamningur var undirritaður, þá við þurftum náttúrulega að komast þangað og við þurftum að komast að eins og 97 fyrir gefði Kyoto, þar sem að komu loksins tölusett markmið, engin tölusett markmið í upphafi, loksins komu tölusett markmið 1997, en á hvaða ríki voru þessi tölusettu markmið? Bara á svona þessi svona Global North ríki sem að voru á háu þróunarstigi, við getum orðað það þannig. Mér leiðist svolítið þessi orðið, ekki alveg hvað orðið ég á þetta, best að nota bara Global North, þannig séð sko, en allavega. Þannig að í upphafi voru markmiðin svo, þau voru takmörkuð við fá ríki, ok? Þetta í raun gekk svoleiðis til 2020, ok? Þá tekur Parísarsamkomulagið við, náttúrulega skrifaði undir það 2015, og það var ekki fyrir þá sem að öll ríki í raun og veru fóru að taka þátt í þessari samdráttarumræðu. Kína til dæmis, þau höfðu ekkert verið með í samdráttarumræðunni fyrir en Parísarsamkomulagið undirritað. Og nú Kína stærsti losunaraðili á heimsvísu, komið langt fram á Bandaríkjunum. Þannig að eitt af því sem að margt sem að, sko, ég myndi segja þessu margt sem hefði verið geta gert betur, þú veist, kannski ekki vitlaust, en betur, þú veist, við höfum geta verið markvissari og þá það, fyrsta lagi myndi ég segja að markmiðin áttu svo lengi við örfá ríki, þannig séð, þó svo að mörg ríki væru komin á kannski stig sem þau ættu vera komin í þetta samtal, ok, eins og Kína. Og svo núna þegar kemur að Parísarsamkomulaginu þá eru náttúrulega ekki sem kannski ekki slæmt þannig séð, en þá eru ekki raun samdráttarmarkmið, heldur það hitastigsmarkmið. Ríkin setja samdráttarmarkmiðin sjálf, þú veist, og þau segja hvað get ég gert þegar kemur að losun, hvað treysti ég mér til að gera, þú veist. Þannig að það líka kannski setur ekki nóga mikla skrúu. Þú veist, þau alveg skrúa á ríkin eins og okkur sem eigum að vera að draga gríðarlega losun vegna þess að það eru önnur ríki sem eiga að fá að auka losun vegna þess að þau þurfa að fá að þróast á okkar stig. Á endanum liggur það alltaf hjá ríkjunum að ákveða hvað þeir gera eða gera ekki. Já, það gerir það nefnilega og þá kemur líka að þessu, þannig að markmiðin reitt og það að segja hversu, man ég ekki íslenska orðið ef ambitious, metnaðarfull fyrir ekki að markmiðin eru. En síðan eru nokkur önnrættir sem ég held að í raun við höfum gert, ég hef nánast ekki kallað mistök og það kemur svolítið út af markmiðssetningunni, að við höfum hingað til, og ég held að þetta sé bara sammerkt öllum, álíka við Ísland, að við höfum einblínt á einfaldar lausnir, það er að segja í loftslagsmálum. Við höfum einblínt á lausnir sem eru kannski mjög sársauka litlar að ráðast í. Þetta hafa verið tæknilausnir, mikið, þú veist. Við bara kaupum rafbíl í staðinn fyrir bensínbílinn, skilur við allir halda áfram að keyra og gera allt eins og áður, sko. Þannig að við höfum í raun og veru einblínt á lausnir sem að breyta mjög litlu, þú veist. Og þetta á við allan heiminn. Þannig að það er eitt og við höfum ekki ráðist í svona þessar stóru kerfislægu breytingar sem við þurfum að ráðast í ef við ætlum að ná árangri. Vegna þess að það eru kerfin okkar sem við höfum búið til, sem kerfin eru mannanna verk, sko. Kerfin okkar sem við höfum búið til, að mínu mati,
stuðla, eru ekki að gefa svona þetta hvetjandi umhverfi sem við öll þurfum, sem neytendur og fyrirtækin til þess að hvetja okkur til þess að fara að draga úr losun. Já, þetta eru kerfi sem við byggdum á 100-200 árum og breytast ekki með einhverju smáskamta lækningafræði. Nákvæmlega, það breytist svo lítið. Ef við bara tökum, við lögum tala um lausnir hérna eftir, en bara tökum, aðeins búin að minnast á bíl, en tökum landbúnaðarkerfi, þú veist. Mjög mikil losun gróðurhúsalofttegunda heimsvísu kemur frá landbúnaðarkerfunum. Okay? Og það sama á við hér á Íslandi. Og við þurfum að breyta þessum kerfum. Við þurfum að breyta hvernig við búum til mat. Þú veist, við þurfum að færast frá þessari miklu framleiðslu á rauðu kjöti. Það er bara staðreynd, við þurfum að gera það. Og annarkvort að einfaldlega draga úr framleiðslunni eða breyta henni stórvægilega með þá tækniframförum sem við getum rætt um því þar. En það er samt ekki nóg. Við þurfum líka að breyta neytendum. Eftirspurnin þarf að vera líka og þá kemur þessi pælingu kerfisbreytingu. Við getum ekki einblind bara á einn afmarkaðan þátt. Við verðum að hugsa um þetta allt saman heildrænt og það höfum við ekki gert. Já, ég sammála. Ég held að við höfum lítið á þetta, það er allavega sérstaklega þeir sem taka ákvarðanir. Það var lítið á þetta sem einhvers konar hlaðborð, þar sem við tökum bara það sem er þægilegt og auðvelt og svo látum við hitt vera, en það dugar náttúrulega ekki. Það dugar náttúrulega ekki vegna þess að þú veist, við getum sagt að tími heildrænna aðgerða, svona kannski, þú veist, hann er svo löngu runnin upp. Við verðum að stíga út fyrir þennan þægindaramma sem við erum inni í. En bara, það var eitt sem ég langaði að minnast á þegar sem þú talaðir sko, við vorum að tala um hvað höfum við gert vitlaust, þú veist. Það er eitt sem að hefur alltaf truflað mig svolítið þegar kemur að umræðinni loftslagsbreytingar. Og það er það, og tengist kannski myndin sem það er komin á skjáin hérna, hjá þér, heimsmarkmiðin, þarna, já, þetta er alveg snilldarmynd. Vegna þess að það sem að mínu mati samtalið, og þetta er aftur á heimsvísu, hefur hvert svolítið þegar kemur að einhverjum svona erfiðari lausnum, er hversu erfitt þetta er, hversu dýrt þetta er. Þetta muni hafa svo neikvæð áhrif á hagvöxt, á allt bara, einhvern veginn. Umræðan hefur verið svolítið þannig, og ekki síst í Bandaríkjunum til dæmis. Talandi Bandaríkjunum núna þegar Trump mögulega er að verða aftur forseti, þá svona svitna maður pínu í þessu samhengi, en að mínum hætti þarf þessi umræða, og við höfum ekki gert nógu vel þar, hún þarf að breytast yfir í það að árangur í loftslagsmálum, það er að segja, þá meina ég bæði þegar kemur að draga úr losun og aðlögun, er jákvæður fyrir að ná heimsmarkmiðunum. Það er að segja árangur í loftslagsmálum, árangur í orkuskiptum, árangur í öllu þessu þáttum sem að hjálpa okkur að ná árangur í loftslagsmálunum er í mjög mörgum tilfellum jákvæður og hjálpar okkur að ná öllum heimsmarkmiðunum. Og í raun er nauðsynlegur, árangur í loftslagsmálum er nauðsynlegur til þess að ná árangri í heimsmarkmiðunum. Og þetta gleymist svo oft, það er að segja þessi gríðarlegu lífsgæði sem eru fólgin í árangri í loftslagsmálum. Þetta er ekki bara eitthvað kostnaður, það er virkilega lífsgæði sem eru fólgin í hennar árangri. Og mér finnst einhvern veginn eins og við höfum svolítið týnt okkur í svona erfiðleika neikvæðu kostnaðartengdu umræðinni. Fyrst. Sammála, og ég held að líka það má benda á það að ef okkur tekst ekki að leysa loftslagsmálin, þá eru hinn markmiðin orðin aukaatriði í raun og veru. Til hvers að hafa gott menntakerfi þú býrð í landi sem eru þurrkur og uppskjörubrestur og ekkert að borða og hungur. Þannig að algjörlega sko. Þetta eitt sem ég hef hugsað líka og gaman að heyra hvað þið finnst um það, að kannski okkur hefur mistekist svolítið að forgangsraða og kannski loftslags þessi markmið, heimsmarkmiðin eru kannski eitt dæmi um það að við erum með öll þessi markmið og sum þeirra fara svolítið gegn
þessi markmið samdrátt í losun, eins og maður tala hagvöxt til dæmis. Já, þó aðlega least developed eða já. En svo erum við líka með markmið nýjum uppbyggingu og ekkert hungur, ég meina ég alveg þar en minni hungur þýðir meiri framleiðsla á matvæli sem leiðir til meiri losunar og þannig að kannski þurfum við líka að læra að við getum ekki fengið allt og þegar við tölum um að fullnægja grunnþörfum þá þurfum við líka svolítið að ræða hvað nákvæmlega eru grunnþörf vegna þess að í okkar huga til dæmis en á Íslandi þá algjör grunnþörf að eiga bíl fyrir marga en við viljum að allir íbúar jarðarinnar eigi bíl, einn bíl á mann, það eru 8 milljarðar bíla það margfald það sem í dag og verður þá til nóg af grænni orku í alla þessa bíla þannig að við þurfum líka svolítið að endurskoða kannski hvað eru grunnþörf og skilgreina það betur eða ekki. Þetta alveg frábær umræða vegna þess að þetta hárrétt hjá þér og þess vegna til dæmis og nú veit ég ekki ég veit þú þekkir kleinuríkjahagfræðina donor economics svolítið skrítið hugtak reyndar, við þurfum að finna betra hugtak ég vil ekki kalla þetta kleinuríkjahagfræði það einhvern veginn, mér finnst það einhvern veginn svona að gera lítið úr þessari hugsun að kalla þetta það er eitthvað svona, það er eitthvað amrýst við svona Simpson já, ég veit það ekki, en allavega þetta er rosalega mikilvæg hugmyndafræði mínu mati vegna þess að hún kemur nákvæmlega inn á þetta nákvæmlega svo varst að segja að við þurfum að endurhugsa hvað eru grunnþarfir og þú myndist á bílana vegna þess að það er eitt af grunnþörfunum það er að rétturinn að geta ferðast og þá er hugtakið transport þú veist á ensku sem eru ferðalög eða ég veit ekki hvernig ferðir eða eitthvað já og þegar maður að skilgreina grunnþarfir í því samhengi þá myndi maður aldrei til dæmis skilgreina það nauðsyn að eiga bíl heldur grunnþörfinni það er að geta ferðast er uppfyllt með fjölbreyttum hætti þá er það að þú getir ferðast og allir geti það getur verið með góðum almenningssamgöngum skilurðu það getur verið með almennilegum hjólastígum það að borgir séu og borgarsamfélögin séu uppbyggð þannig að fólk kannski þurfi ekki að keyra til þess að geta færið í vinnuna eða að börnin færi í skólan og svo framvegis þannig að þetta er raun og veru kleinuríkjahagfræðin er í raun og veru að þrýsta okkur svolítið í það að endurhugsa svolítið þetta hvað þurfum við með alltaf lífsgæði að leiðarljósi þú veist vegna þess að það er kannski ekkert nein lífsgæði fólkin í því að setja í traffík í klukkutíma þú veist, er ekki bara betra að ferðast öðruvísi en það að þú þarft að geta ferðast það er einn af grunnþörfunum þú þarft af aðganga orku þú þarft af aðganga hreinu vatni þú veist, ef við tökum nokkuð dæmi og svo framvegis þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er bara frábær umræða og það eru rannsóknarverkefni í gangi við Háskóla Íslands sem að ég reynda stýri sem að er nákvæmlega að vinna þessu að reyna skilgreina hverjar eru grunnþarfir okkar í hinum ýmsu málaflokkum. Vandinn er kannski að við ríku löndin við lítum á okkar lífstíð sem normið og á meðan það er þá auðvitað vilja allir aðrir stefna í sama lífstíl og þá erum við ekki í stöðu til að gagnrýna það. Nei, og eðlilega. Ég segi bara eðlilega. Það er ekkert óeðlilegt við það að fleiri horfi á lífstíl, kannski ekki alveg Íslendinga, vegna þess að munum, tölum aðeins með vistsporið, þá munum við Ísland er með eitt stærsta vistspor í heimi á mann. Reyndar sá ég nýlega Færeyingar eru með stærra vistspor á mann. Færeyingar, það kom mér óvart og ég ætti að skoða það nánar. En nýjustu gögn, Global Footprint Network sýna að Færeyingar eru með stærra vistspor en Íslendingar á mann, sko. Og eins og ég segi, það kom mér óvart. En þegar kemur að þessu mun milli þá þeirra sem þurfa að fá leyfi til að vaksa og þeir okkar sem höfum þegar tekið út okkar vöxt í raun og veru úr samfélagsþróun og hagþróun við þurfum að taka miklu stærri ábyrgð í því að draga úr losun hratt
og strax vegna þess að annars eigum við bara ekki séns á einu sinni 2 gráða markmiðinu. Það er líka kannski það var alltaf svolítið trufla með þetta hugtak þróunar þjóðir annars vegar og hvað er hitt. Já, ég veit ekki, minna þróaðar, ég veit ekki hvað orðið maður á að noti verið þetta, trufla mig líka. Þetta var kallað vanþróuð lönd einu sinni, já, það þótti ekki nú fínt þannig að það var breytt í þróunarlönd. Já, en ef við horfum á þetta frá sjónarhóli loftslagsins og við skoðum til dæmis Indland, þar ef ég mann rétt, þá var kolefnisspor á mann 2 tonn á Indlandi, sem er akkúrat það sem við ættum að stefna að. Já. Þannig að það er frekar að við ættum að stefna að vera eins og Indland heldur en Indland ætti að stefna því að vera eins og við, er það ekki? Það lítur að vera. Þannig að hver er vanþróaður þá? Nákvæmlega, það er alveg rétt og hver eru radikalar og svo framvegis, það er góð umræða líka, en algjörlega og við þurfum að gera miklu betur. Það er bara staðreynd og öll ríki þurfa að gera miklu betur, þannig að við eigum bara ekki, sen sko, ég reyndar hér nú svo svartsýn að þegar kemur að Parísarsamkomulaginu að ég held að og ég kannski ægild að segja þetta upphátt vegna þetta er svona þegar maður segir eitthvað upphátt þá er maður búin að viðurkenna eitthvað en ég ég klippi það út bara. Já, þú klippir þetta út en þú veist, ég held í alvöru að 1,5 sé bara já, það eru margir þú veist, vonlaust sko margir svolítið búin að gefast upp á því sko. Ég held, já, maður skoða tölurnar fræðilega séð að er það hægt ef við myndum bara allt í einu stoppa allt en það er ekki fara að gerast. Nei. En vonandi 2 gráður er það innan seilingar. Já. En ef við tölum aðeins okkar okkar áætlun á Íslandi sem er reynda kölluð áætlun stjórnvalda í aðgerðum gegn loftslagsbreytingum hvað telur þú að þessi áætlun sé að fara að gera fyrir okkur? Sko, góðu punktur sem hún sagði áætlun stjórnvalda. Það er eitt sem ég tel að stjórnvöld þurfa að breyta og það er það að hætta að tala loftslagsmarkmiðin og þá aðgerðaráætlunina sem tengist þeim áætlun stjórnvalda. Það hlýtur að vera áætlun þjóðarinnar í átt að loftslagsmarkmiðin, ekki áætlun stjórnvalda. Þetta sé svona bara hugmyndafræði sem við þurfum að þrýsta á að verði tekin upp að þetta hlýtur að vera áætlun þjóðarinnar. Sko, þegar kemur að áætlun stjórnvalda, ef við bara aðeins tölum með markmiðinu, þess að ég sé að þú ert með greininguna sem gefur út 2021 eða 2020. Hún aðgerðar áætlun stjórnvalda, það sem við erum að reyna að gera Ísland, bara til að minna okkur á hvað er þetta að tala við þessi aðgerðaráætlunin. Aðgerðir eða markmið stjórnvalda eru í raun marglaga og dýpsta markmiðið er það að ná kolefnishlutleysi árið 2040. Stjórnvald hafa hins vegar ekki almennilega skilgreint hvað þau meina með kolefnishlutleysi. Það er vandamál út af fyrir sig. Það þarf að skilgreina, stjórnvald þurfa skilgreina það nákvæmlega, hvað það þýðir. Hafa ekki gert það hingað til. Þannig að það er eitt markmiðana. Annað, en síðan það er langtíma markmið til 2040. Orkuskipta og ná líka á því árið 2040. Síðan eru skammtíma markmið, það sem að við getum horft á 2030. Og þar skammtíma markmiðin, það er að segja okkar alþjóðlegu skuldbindningar sem tengja skammtíðamarkmiðanum koma náttúrulega í gegnum Parísarsamkomulagið og síðan óbeint síðan í gegnum Evrópusambandið. Þannig að við höfum ákveðið að taka þátt í markmiðum Evrópusambandsins þegar kemur að málefni loftslagsins. Og fyrrum þar sem þessi aðgerðaráætlun þarna síðan 2020 og hún var endurnýjuð 2020 og svo endurmetin 2021 þar sem hún talar við eru gömul markmið. Evrópusambandið er komið með ný markmið sem í raun tengist því að Evrópusambandið ætlar að draga úr losun 55% miðað við árið 2030 miðað við 2005, ekki 1990. Nei, fyrirgefðu, í því sami gera 1990 fyrirgefðu, 55% miðað við 1990. Þetta síðan hefur verið þýtt yfir í landsmarkmið
og landsmarkmiðin eru öll miðað við 2005, þess vegna ruglaðist ég aðeins. Heildarmarkmiðin miðað við 1990, landmarkmiðin sjálf eru miðað við 2005. Og þegar kemur að losun og var markmiðið 2020, þegar aðgerðaáætlun og þessar greiningar voru í gangi, þá eins og stendur þarna, þá voru alþjóðlegar skuldbindingar Íslands 29% á þeim tíma, hárrétt á þessari mynd. Með við breytinguna á markmiðum Evrópusambandsins hefur íslenska markmiðið dýpkað og þetta á bara við það sem á það sem kallast beinni ábyrgð Íslands og vegna þess að losun Íslands sett í 3 hólf. Það losun sem að tengis losun frá landi, það í einu hólfi og það sértæk markmið með það. Það losun sem tengjast öllu því sem fellur undir viðskiptakerfið losunarheimildir, það 1 hólf, þannig að það losun frá landi í einu hólfi, losun sem tengis viðskiptakerfinu í öðru hólfi og svo öll hin losunin, samfélagslosunin í 3. hólfinu. Og það það hólf, samfélagslosun eða það sem stundum hefur verið kallað losun á beinni ábyrgð Íslands, það sem þessi 29% eiga við og það bara það sem þessi mynd sýnir. Nýja markmiðið núna, og það hefur ekki verið gefið út, en okkur reiknast til að það sé 41%, sem þá nýja alþjóðlega skuldbinding Íslands í þeim geirum sem að falla undir losun og beinni ábyrgð Íslands. Þannig að ef að við horfum á aðgerðaráætlunina eins og hún var 2020, uppfærð greining á henni 2021, þá hún sjálfsögðu fjarri því að vera nóg. Það verður bara að segjast eins og Hún fjarri því að vera nóg til að ná skammtímamarkmiðunum og eitt sem að til dæmis loftslagsráð hefur gagnrýnt mikið og það það að það virðist lítil í raun samhengishugsun vera til staðar, ég má orða það þannig, samhengishugsun milli þá skammtímamarkmiðina þegar við erum bara að horfa til 2030 og síðan kolefnishlutleysisins árið 2040. Vegna þess að það eru ýmsar aðgerðir sem við getum ráðist í sem að breyta miklu til skammstíma og hjálpa okkur að ná skammtímamarkmiðunum, en það eru aðrar aðgerðir sem kannski, eins og kerfistengdar aðgerðir, þú veist, sem taka langan tíma, en sem við þurfum að ráðast í til þess að ná langtímamarkmiðunum. En skila litlu til nákvæmlega. Og þetta svolítið að mínum að ég veit ekki hvort ég segi það gleymst, en kannski áherslan að mínum að þarf að opna þennan pakka og reyna að átta okkur á hvað þurfum við að gera núna til að ná árangri til lengri tíma. Við getum ekki bara einblínt á 2030, við verðum að horfa á 2040. En þessi stjórnvöld að gera núna og við erum að bíða eftir nýrri aðgerðaráætlun. Og hún á að fara að koma bara hvað á hverju, þannig að það svolítið erfitt fyrir mig, ég get eiginlega ekki sagt talað nýja aðgerðaráætlun, en ég hef ekki séð hana. Nei. Og hún víst að koma, en gamla aðgerðaráætlunin, ég talað hana og eins og ég sagði og bara endurtek, hún fjarri því að vera nóg til að ná okkar markmiðum og bæði skammtíma og líka langtíma markmiðunum að sjálfsögðu. Ég reyndi að greina hana á sínum tíma og það var ýmislegt sem að kom mér á óvart að fannst skrítið við þessa áætlun. Já. Eitt af því að það gert ráð fyrir til dæmis þetta sem heitir grunnsviðsmynd, það með að við myndum ekki gera neitt, að þá myndi ekki losun... Ekki til viðbútar. Já, þá myndi losun hvort sem dragast saman. Já. Þannig að það sem að... En það eðlilegt. Já, heldur þú það? Því hún hefur hingað til bara verið að aukast. Já, þetta var miðað við, þetta byggt á náttúrulega ákveðinni, einhverjum væntingum ákveðna tækniþróun og svo framvegis. Já, og en hvaða forsendur eru... Já, í grunnsviðsmyndinni, eins og þarna var, þar eins og allavega kemur fram, held ég í skjælinu, að þar gert ráð fyrir, þetta business as usual, eins og það eru eins og grunnsviðsmynd, og það tekur til greina það sem var þegar í gangi. Þetta ekki það við gerum ekki neitt, heldur að við höldum áfram því sem var verið að gera á þeim tíma, skilur mig. Og á þeim tíma til dæmis
var verið að horfa, eru hægar breytingar í landbúnaði til dæmis, það eru hægar, landbúnaði er einn af fáum geirum sem hefur haldið áfram að draga, hefur hægt og rólega verið að draga úr, mjög hægt sko, en það er sama, það er ekki upp þar. Sjávarútvegurinn eins, það hefur dregið greiðalegu losun í sjávarútveg og þarna í business as usual, þá er haldið því áfram, skilurðu. Og síðan það sem að greiningarnar gera, síðan við gerum ráð fyrir að trendið haldi áfram eins og hefur verið, það breytist ekkert og það er, þú veist, forsendan, að það breytist ekkert, en svo breytist heilmikið, þú veist, og þá fara forsendurnar, þá er grunnsviðismyndin eins og þannig, þá verður hún alltaf ógild. Það er að keyra nýja grunnsviðismynd með að við breyttar forsendur, þú veist. Það var einn forsenda í þessu, það var einmitt með fiskveiðar. Já. Það var bara skoðað þróunina síðustu árin og línan var niður á við, en ég spurði einmitt einhverja út í þetta og þeir töldu ástæðan að vera að það væri bara meiri fiskur í sjónum, þannig að það var auðveldar að ná í fiskinn, en þetta heldur ekki áfram endalaust. Nei, það er bara staðreynd og það er hérna, það er annað í því sko, þegar kemur að sjávarútveginum að, þetta er hárrétt, Daðum og Kristófers og prófessor við HÍ og fleiri, tveir aðrir, gerðu nákvæmlega með greiningu á hvað er það sem hefur stuðlað að því að það hefur dregið úr losun frá sjávarútvegi og það er, eins og kom fram í þeirra greiningu, þá var minnstur hluti af því tengt tækniþróun, en þó einhver. En það sem skiptir miklu máli er það að við vorum að ferðast minna ef við meðum við 2005, ég meina hvað, og þú veist, þá við vorum að fara, til dæmis flotinn okkar var að fara í smögun, þurfti að fara mjög langar leiðir til að ná í fiskinn og koma með hann að landi, sem þýðir sjálfsögðu miklu meiri losun gróðurhúsalofttegunda, en þegar það breytist, veiðum meira í nær höfunum, þú veist. En við getum þess að ímynda okkur öfuga þróun, það sem að verður erfara að ná í fiskinn í framtíðinni og þá er bara eykst losun. Það er bara svoleiðis. Þess vegna finnst mér hæpið að gefa sér fyrir fram að þetta muni halda áfram. Já, en það var gert og það sem að ég veit varðandi nákvæmlega þannan þátt hvernig grunnsviðsmyndin var enda búin til og hún gerir ráð fyrir því að í raun það kallast jafnstöðuafli, kannski, þú veist, að það er gert ráð fyrir því að í öllum okkar mikilvægu tegundum sem við veiðum og sem losunin alltaf tengist mest að fiskistofnarnir okkar nái í raun heilbrigðri stærð allir. Og þá að sjálfsögðu, ef þú gerir ráð fyrir því, þá segir sér sjálft hvað við getum búist við þegar kemur að samdrætti í losun, þá heldur trendið áfram. Þú veist, það er bara þannig. En nákvæmlega eins og þú sagður, auðvitað er ekki hægt að gera ráð fyrir því. Og það þarf að skoða hvað það þýðir, sem ég vona er náttúrulega verið að skoða núna í þá uppfærðri og nýrri aðgerðar áætlun og greiningum sem að hún mun síðan, henni tengt mun síðan sína. Annað í þessu var að þessi myndirna, hún tekur bara, eins og þú segir, á það sem við göllum losun á beinni ábyrgð Íslands, sem er bara í rauninni lítill hluti af heildarlosuninni og loftslagið í rauninni er sama hvað við skilgreinum sem losun á beinni ábyrgð, það eina sem skilur er losunin í heild. Þannig að það með að reikna út þessa áætlun á heildina sem ég reyndi að gera í grein sem ég skrifaði, að mér reiknaðist til að í besta falli væri það kannski 5% samdrátt í losun með við þetta. Það voru af 50 aðgerðum sem voru taldar upp, það voru 6 sem voru virkilega aðgerðir sem að gætu dregið úr losun. Þetta er sko, það sem er náttúrulega stærsti pósturinn þegar við tölum heildarlosun Íslands. Ég veit að hún er ekki á myndinni hjá þér, eða kannski er hún annarri mynd. Hérna. En þessi samt er ekki með heildarlosunina. Það vantar í þessu losun frá landi. Og einmitt, ég ætlaði að minnast á losun frá landi. Vegna þess að ef ég mannar er ekki 66% losun er cirka Íslands sem er losun frá landi. Náttúrulega það er óvissa sem tengist þeim tölum en hún er samt, þó sé óvissa, þá vitum við samt að losunin er gríðarlega mikil frá landi.
og það bara risapóstur sem að við þurfum að fara að sinna mun meira en við höfum gert hingað til vegna þess að nýjar skuldbindingar Evrópusambandsins, og þetta glænýtt, nýjar skuldbindingar og markmið og þá skuldbindingar Evrópusambandsins og þá við þýðast yfir í skuldbindingar okkar á Íslandi kalla eftir miklum samdrætti í losun frá landi. Þannig að við svo sannarlega þurfum að fara að gera miklu betur. Það eru áætlanir og það að sjálfsögðu verið að veita fjármunum í samdrætti losun frá landi en fjarriði að vera nóg. Þannig við þurfum að fara að gera miklu betur þar. Og síðan náttúrulega iðnaðurinn, þú veist. Já. Það á myndinni hjá þér. Við ætlum að taka, það hætti reyna að fara yfir sviðið svona eitt og eitt. Já. Ég setti viljandi ekki losun frá landi. Nei, ég trúi því vel. Það að því að það svolítið sér, bæði að það kannski tölurnar eru meira á reiki þar. Okkur vantar betri rannsóknir það ekki á losun frá til dæmis framræstu landi. Jú, okkur vantar betri, en við vitum samt margt. Já, við vitum hún mikil. Við vitum hún mikil. Þannig að við skulum ekkert bíða eftir, í talastundum að við þurfum ekki, já, við held að segja bara mínum mati, allra mati, við þurfum ekki að bíða eftir fullri vísindalegri vissu það hversu mikil losun Við vitum hún mikil og við verðum að fara að keyra aðgerðir sem að munu draga losun frá landi, en á sama tíma standa vörðum líffræðilegan fjölbreytileika. Sem gerir það verkefni erfitt. En það eitthvað sem við verðum að hugsa þetta tvennt á sama tíma. Já, það kemur aftur að forgangsröðinni. Já. En byrjum þá á þessum stærstu póstum. Ég setti hægra meginana allt sem rautt, það rauninni samgöngur og maður sér þá að samgöngur eru stærsti hlutin í þessu fyrir utan losun frá landi. Já, þú ert með samgöngur í lofti á myndinni. Já. Það náttúrulega ekki inn í samningunum okkar. Nei, ég veit það. Og þess vegna líka finnst mér að, þú veist, ég reyni að gleyma svolítið samningunum að því að loftslaginu líka saman samningana. Þannig að ég reyni að horfa á losuna eins og hún og flugið stóran. Þetta reyndar 2018 þar sem við náðum algjöru hámarki og í COVID-inu var það miklu minna losun frá fluginu en allavega samgöngur eru stór póstur. Ég held reyndar að losunin hafi verið mest í kringum, var hún ekki mest í kringum þegar efnahagsvöxturinn var svo mikill. 2008 var hún ekki mesta losun þá. Já, ekki reyndar þegar flugið, ekki þegar flugið tekið með, nei frá Íslandi, en þegar flugið tekið með, heldur þannig að flugið fer svo mikið upp. Það fer svolítið í hvaða tölur nota þegar flugið en það rétt í að að hún dróst saman eftir hrunnið einmitt. En svo náttúrulega fór það rauða súlan, það flugið. Ég var einmitt að hugsa losun frá Íslandi, ég var að hugsa losun frá Íslandi án flugsamgangna, það að segja millilandaflugsins, en að sjálfsögðu tekur það náttúrulega tölurnar í aðra vít. Maður sér svolítið öðruvísi myndir því hvaða tölur maður notar. En ef við börjum á samgöngur á landi, við höfum komið þessa rafvæðingu af stað, rafmagnsbílarnir og það. Þetta að fara að virka heldur þú, eða hvað þurfum við að gera betur í þessu í samgöngum á landi? Sko, aftur, þegar við komum að svona geira eins og samgöngum, þá, og þetta hefur verið sýnt fram á, að það til að ná markmiðum okkar, 2030 markmiðanum, og svo til langs tíma líka, þá rafbílavæðing ekki ná. Vegna þess að við þurfum að horfa á kerfin okkar heildrænt, og þetta á við alla geirana. Við þurfum að horfa kerfið okkar heildrænt og við þurfum að gera þrennt á sama tíma. Við þurfum að draga úr eftirspurn eftir ferðum. Við þurfum að draga úr eftirspurn eftir notkun einkabílsins. Það eitthvað sem við þurfum að gera. Við ætlum að ná markmiðum okkar. Við þurfum að breyta því hvernig fólk ferðast. Við þurfum að gera fólki kleift að nota almenningssamgöngur í miklu meira mæli. Ef við að gera nú þegar og vondi breytist eitthvað hér með borgarlínu til dæmis í Reykjavík,
og við þurfum að gera fólki kleift að labba og hjóla meira, nota þessa virka ferðamáta eins og við kallum það. Þannig við þurfum að draga úr eftirspurn eftir notkun einkabílsins, draga úr eftirspurn, við þurfum að breyta því hvernig við ferðumst og nota miklu meira aðra kosti og síðan líka ráðumst við í orkuskipti, þú veist. Og þá skipti yfir í, þegar við erum að tala um vegasamgöngur og svona þessa léttari bíla, svona bílana sem ég og þú eigum, þá rafbílavæðingin virðist vera skynsamlegasta leiðin fyrir okkur hér á Íslandi. Það getur verið öðruvís annar staðar en fyrir okkur hér á Íslandi lausnin rafbílavæðing á léttari bifreiðum skynsamlegust. En, að þú spurði hvað þurfum við að gera betur, við verðum að sinna hinum póstunum, það er að segja að draga úr eftirspurn og breyta ferðahegðan, það er að segja í annars konar ferðalög, það er að segja með aðra ferðamáta. Við þurfum að leggja miklu meiri áherslu á þá þætti og á landsvísu, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur á landsvísu. Og þetta er mjög mikilvægt. Og síðan þegar kemur að rafbílavæðingunni, þá erum við ekki að gera nóg þar heldur. Það er að segja, þú veist, við höfum keyrt á ívilnanir til kaupa á rafbílum eða hreinorkubifreiðum, við getum nýtt þær aðra bifreiðar sko, til vetnisbifreiðar en þær eru engin að kaupa þær í dag. Þannig að við höfum nýtt okkur ívilnanir og síðan höfum við líka nýtt okkur hagræna lata sem kallast til dæmis eins og kolefnisgjaldið sem leggst ofan á bensín sem þýðan á að sko þýðast yfir í minnkaða eftirspurn eftir þá notkun bíla sem ganga á jarðefnaeldsneyti. Þú veist þannig að þetta er svona en þar til dæmis hefur, ef við tek dæmi bara með kolefnisgjaldið, þar til dæmis er kolefnisgjaldið á Íslandi sem leggst á bensín eða dísil sem er notað í vegasamgöngum. Ég held ég fari rétt með að það sé 4-falt lægra en kolefnisgjaldið í Svíþjóð. Ég held ég fari rétt með það. 4-falt, skilurðu. Þannig að við höfum ekki verið að nýta okkur hagræna lata eins mikið og við svo sannarlega gætum gert ef við bara til dæmis fylgjum fordæmi Svía. Og síðan þegar kemur að notkun ívilnanna, þá í fyrsta lagi við þurftum að beita þeim svo sem í upphafi svolítið fyrir alla. En við vitum alveg að hverjir nýttu sér ívilnanirnar. Það voru þessi sem eru í raun efnamæri. Það er bara þannig. Og tölur sína fram á það. Þeir sem kaupa nýja bíla eru yfirleitt þeir sem eru það er svoleiðis. Það er bara þannig. Og ekkert óeðlilegt við það. Og það þýðist þá yfir í þetta þessa óheppilegu kannski niðurstöðu sem við höfum núna, hverjir fengu ívilnanirnar. Nú er búið að breyta þessu. Það er búið að breyta ívilnanum. En þá í raun, það er búið að lækka upphæðina og ekki bara það heldur að ívilnanirnar einungis eiga við bíla sem kosta minni en 10 milljónir. Þannig að það er búið að breyta, þannig ef þú kaupir bíl sem kostar meira en 10, þá færðu ekkert. Það er svoleiðis. Og aftur þá er verið að reyna að stýra þessu til þá hins almenna neytanda. En það er sama. Það er búið að lækka ívilnanirnar. 10 milljónir er samt svona frekar dýrbíl. Það er dýrbíl sko, en ívilnanirnar hafa lækkað, þú veist. Og það virðist hafa, það er ekki alveg öll kurl komin til grafar ennþá sko, það gerðist bara áramótin 23-24, en það virðist vera að þessi breyting, þessi lækkun ívilnanina niður í aldrei 900.000 á bíl, mesta sem þau getur fengið, hefur mögulega leitt til snarminkaðrar eftirspurnar eftir rafbílum og það er slæmt. Og síðan einnig er búið að setja kílómetragjald sem er bara á rafmagnsbíl. Bara á rafmagnsbíl og hybrid bílana. Og það er ekki hvetjandi sko. Það er einmitt sko, það líka hefur áhrif á markaðinn og við höfum heyrt og nú hef ég ekki, þetta er kannski meira sko, þurfum kannski betri staðfesting að þessu en ég hef heyrt að þetta hafi sett strik í reikningin til dæmis hjá bílaleigunum. Að þeir sem að leigja bílana setja þetta aukagjald fyrir sig þegar þeir eru að vega og meta hvernig bíl þeir ætla að leigja.
Maður hefur heyrt líka að sala á nýjum bílum hefur dreigð saman almennt en sérstaklega á rafmagnsbílum, ekki? Nákvæmlega. Það er ekki það sem við vildum gera. Vegna þess að við þurfum að halda þessari keðju áfram. Þetta er svona, að því það tekur svo langa tíma að breyta svona einhverju fjárfestingu sem fólk á í 15 ár, 12-15 ár, ég meina bílarnir verða það gamlir á Íslandi. Þannig að við megum ekki við því að hægja þróunin. Við sjáum hérna hvernig þróunin hefur verið. Losun frá vegasamgöngum og við erum hér og brotalínan að granna það sem þyrfti að gerast og við sjáum að miða við það er ekki nú að fara í einhverjar smávægilegar aðgerðir sko. En það sem er áhugavert reynda við þetta og þetta er frábært að segja þetta þarna vegna þess að það er svo áhugavert með eitthvað svona eins og bíla umferð þá koma heildar áhrifin eru svo lengi að koma vegna þess að við þurfum, það er hali af gömlum bílum í landinu sem þarf einhvern veginn að losa út. Við þurfum að hætta að í raun horfa á rafbílinn sem annan bíl heimilisins eða kannski stundu þriðja bíl heimilisins. Við þurfum að horfa á rafbílinn sem bíl heimilisins, þú veist. Og það er í raun og veru ekki fyrir en við komumst þangað, þú veist, að þá fyrir við virkilega að sjá samdrátt sem tengist vegasamgöngum. Það tekur tíma að komast að það er eins og við sem að hreyfa okkur í leðju þú veist, þetta tekur svo langa tíma en þess vegna er einmitt hinar aðgerðirnar svo mikilvægar Samgöngustofa er með svona tölfræði yfir því hvað er í gangi og við sjáum að rafbílar eru cirka helmingurinn af nýskráðum bílum Er þetta glæni í gögn? Já, frekar nýlegt og þetta hljómar svona ágætt en í rauninni að maður horfir samt á heildarmyndina að maður sér að miðað við 2010 til dæmis þá eru ennþá fleiri bensín- og dísilvélar eða bílar miðað við 2010 og rafmagnsbílarnir eru bara í rauninni að bætast ofan á en eru ekki að draga úr hinu. Nei, það er einmitt vandamáli. Það er nákvæmlega vandamáli sem ég var að vísa í. Það er, þú veist, við þurfum að hætta að hugsa rafbílinn sem annan og þriðja bíl heimilisins sem bara viðbót. Við þurfum að fara að vinna á þessum gríðarfjölda bifreiða í landinu sem að ganga fyrir bensín og dísil. Mér finnst þetta eins og við erum að rugla saman stundum verkfæri og lausnir. Rafmagnsbílar eru bara verkfæri sem er hægt að nota til þess að draga úr en það er líka hægt að nota það bara til að bæta ofan á. Já. Og við verðum og stjórnvöld verða að fara að hugsa um þetta og þau verða að fara að hugsa að mínum mati aðgerðir sem að flýta því að við losum gömlu bílana úr umferð. Tökum það úr umferð, voru það þannig. Reynum að flýta þeim ferli á sama tíma og við fjárfestum í rafbílum eða hreinorkubifreiðum, þú veist, og notum aðrar aðgerðir sem draga úr umferð. Vegna þess að þetta er líka lífsgæðatengt, að við vorum að tala um lífsgæða áðan. Það er engin lífsgæða að setja í umferð. Í guðanabænum reynum að draga úr umferð. Þú nefndir almenningssamgöngur áðan. Já. Hvað hefur komið í veg fyrir að við nýtum þær meira? Já, þetta er svo gaman að spjalla með þetta vegna þess að það er svo mörg svör nákvæmlega í þessari spurningu. Ég hef veltað fyrir mér hvort sé hænan eða ekki, það því stundum er sagt já, fólk er ekki að nýta sér þetta því þetta er svo lélegt kerfi, við þurfum að gera það betra. Já. En ég hef á tilfinningunni að stundum sér það líka bara öfugt að það þarf fyrst að vera einhver vilji til staðar til þess að stjórnvöld breiðist við og gerir betra kerfi og ég nota til dæmis sjálf strætó og mér finnst það ekkit fóslæmt en ég veit mjög marga sem að gætu nota það en hafa bara engan á því. Þannig að hvort er hænan og hvort er ekkið í þessu. Þetta ég held að þurfa að koma hvort ekki saman tíma, reyndar. Aftur að við þurfum að hugsa um kerfishugsunina. Fólk auðvitað, en að þú spyrir, hvað hefur, hver eru ástæður þess að við nýtum ekki almenningssamgöngur meira? Við erum ekki að nýta almenningssamgöngur, það eru bara mjög fáir. Í raun og veru sem nota almenningssamgöngur, því miður, segi ég. Vegna þess að það er bara öflugt tæki til að draga úr losun, auka lífsgæði og svo framvegis. En ég held þetta sé þríþætt og í
í fyrsta lagi það svolítið það að nú ætlum ég bara að tala Íslendinga kannski, þú veist í heild, kannski móka einhverja mjög mikið núna, en við erum svolítið, okkur finnst einhvern veginn, held ég, að við eigum bara að geta ferðast þegar við viljum, þurfum ekki að labba neitt, þú veist, og helst ekki að fara í úlpu einu sinni, þú veist. Já, það er stundum sagt að nú er bíl sem úlpu, já, þú veist, og það er svolítið þessi entitlement kannski, sem að er svolítið okkar hugsun, þú veist, það að, þú veist, okkur finnst bara við eigum að geta hoppað upp í bíl og keyrt korter ára með meit á fund, ef við ætlum að taka almenningssamgöngur, þá þurfum við að skipuleggja okkur svolítið betur, þú veist, en það er einhvern veginn ekki náð í gegn hjá okkur, þú veist, við hugsum öðruvísi, og svo finnst samt notum við almenningssamgöngur þegar við erum erlendis, ég held allir gera það, en hér, þetta er svona einhvern veginn þessi hugsun að við höfum bara geta keyrt og verið fljót og lagt bílnum fyrir utan húsið þar sem við erum að fara og svo framvegis. Þannig að það er eitt rosalega, og það er auðvitað að snúa ofan af þessu, og svo er líka sko, stundum fæja tilfinningun þessi nánast í stigma tengt því að vera að taka strætó. Það er svona, manni finnst örla aðeins á því, ég tek strætó líka alltaf í vinnuna og og finnst það bara fínt. Manni finnst þetta sé hugsað bara fyrir ungt fólk sem á ekki bíla eða gamalt fólk sem getur ekki keyrt, svona þá sem eru búin að missa. Eða skrýtna konur sem vinnur í háskólanum og ákveður að taka strætó sko. En það er líka, en síðan er að þriðja er kerfið. Það er sko, það verður að segjast eins og er núna, þá er kerfið ekki nógu gott. Það er og hlutað er tengt þessar umferð, þú veist, strætóður, ferðir eru ekki nógu tíðar. Já, þá er að gera margt betur. Sko. Svo margt betur, þú veist, þannig að þetta er í raun og veru, þú veist, þetta eru allir þessir þættir sem að í raun hjálpast að við að koma í veg fyrir að við notum strætó meira. Held ég, en ég hef enga rannsóknir gert þessu, þetta er bara eitthvað. Ég er líka að velta fyrir mér, ég er sammála þér, ég er líka að velta fyrir mér að þegar við reynum að breyta, við erum ofta að tala um svona hvata, en getur verið að það séu takmörk þar líka. Þetta er svolítið eins og ímyndum okkur heilbrigðiskerfið. Við erum með heilbrigðiskerfið sem við viljum að virki vel og sé gott fyrir okkur og það byggir á skattgreiðslum þegar maður borga í þetta kerfi. En við myndum segja bara, en við viljum ekki neyða neinum til þess að borga í heilbrigðiskerfi, þannig að við ætlum að hafa frjálslegt kerfi þar sem hver og einn ræður hvað hann borgar í heilbrigðiskerfi. Hvernig myndi það ganga, skilur við? Illa. Og þurfum við líka að hugsa eins svona með svona stóra breytingar sem við þurfum að fara í. Það er ekki nóg að hafa bara einhverja hvata, stundum þarf að setja einhverja strangar reglur. Og ef við skoðum borgir annars staðar sem eru með betri almenningssamgöngur, þá var oft farið vísvitandi í svona strangar reglur eins og bara fækka bílastæðum, gera bílastæði mjög dýr eða bara banna umferð á sumum stöðum, og þannig að þetta hlýtur að vera líka hluti af svarinu. Það hlýtur að vera, og þú veist það hljóma ekki vel kannski fyrir margar sko. Það hlýtur að vera vegna þess að þetta stuðlar alltaf breyttum venjum. Það er erfitt að breyta venjum og þess vegna er svo miklu auðveldara að keyra bara rafbílavæðingu, þú veist. En það er ýmislegt annað sem við þurfum að gera líka til þess að ná markmiðum okkar, sem þarf ekki að vera neitt sársaukafullt. Þú veist, það tekur bara tíma og við verðum, eins og þú sagðir, við verðum að breyta hvernig við högum okkur. Það er nauðsynlegt. Ef við skoðum eins og þú varst að tala um þá, hafa rafmagnsbílar aðalega farið til þeirra sem eiga mest og þetta sýnir fjöldi rafbíla per 1000 íbúa í mismunandi byggðakjörnum, og við sjáum að flestir rafbílar eru í Garðabæ og Mosfellsbæ, Seltjarnarnes, og kannski helmingi færi jafnvel í sveitafélögum eins og Höfn, og þá er ég að tala um þéttbýlið en ekki sveitirnar í kring sko. Þannig að ein hugmynd til þess að leiðrétta þetta einhvern veginn, það er eitt sem hefur verið gert í Frakklandi, það er svo kölluð félagsleg leiga, það sem að þú getur leigt rafbíl og ríkið er með þessu að fólk getur leigt rafbíl, það
það er talað 40 evrur, það reyndar í undandekningar tilfellum, ég held að sé frekar í kringum 100 evrur á mánuði fyrir að leigja rafbíl sem samt mjög lítið og sem myndi gera öllum kleift, ekki bara þeim sem eiga mest að nota þessa lausn. Er þetta ekki eitthvað sem við getum tekið upp? Auðvitað, ég meina það allt svona að sjálfsögðu mögulegt og það reyndar eitt sem það er ekki social leasing náttúrulega en það bílaleigurnar hafa farið svolítið út í svona þessar langtímaleigur þú veist og nú þekki ég ekki alveg nógu vel hvernig þær gera það en þær eru aðeins að feta sig í þessa átt og þarna gætu stjórnvöld stigið inn þú veist og hjálpa þeim í raun og veru mögulega ég veit ekki alveg hvernig því ég hef ekki beinkynnt mér hvernig bara kannski með því að niðurgreiða þetta frekar en nýja bíla einhvern veginn þannig að það margs konar ný hugsun sem að þarf að ná í gegn þetta ekki bara spurning fleiri bíla og rafbílar bætist bara ofan á sérstaklega þegar maður sér að flestir þessar rafbíla eru hérna á höfuðborginni þar sem væri tilvalið að þróa frekar almenningssamgöngur og leyfa frekar þeim sem búa á landsbyggðinni að njóta þessar niðurgreiðslur. Og það líka annað, þú varst þarna með á fyrri mynd Höfn í Hornafirði og nú veit ég ekki alveg hvernig uppbygging innviða hefur verið þar en það líka mál. Það getur líka mest uppbygging innviða hefur verið á höfuðborgarsvæðinu þó sem það sé ekkert skrítið. Það eru flestir íbúar hér. Þannig að það kannski ekki undarlegt við það. En það þarf að passa upp á innviðirnir séu til staðar út allt land, það búið að loka hringnum en síðan eru þessir byggða kjarnar þeir þurfa að hafa sína út allt land þeir þurfa að hafa sína innviði líka fyrir hreinorkubifreiðar og það þarf að passa upp á það. Ef við förum núna í næsta sem vöruflutningar vörubílar og svoleiðis það hefur gengið hægar þar og þú hefur meðal annars gert rannsóknir þú og aðrir á hvaða möguleikum væru í boði þarna, hvað var það, rafvæðingu getur sagt okkur hvað er hægt að gera í þessu til þess að draga úr losun frá vörubílum? Það með vörubíla það eru komnir rafbílar vörurafbílar, en möguleikarnir eru miklir og margskonar þegar kemur á þungaflutningum til dæmis, það hægt að nota lífeldsneyti til dæmis og það hefur komið mér svolítið á óvart að nota metan, það að nota alls konar eldsneyti, það þarf ekki endilega verið rafbílvæðing, vegna sem eins og sagði réttilega og tækniþróunin verið hægari, þú veist, það hefur tekið lengri tíma að komast á þennan stað sem við þurfum að vera þegar kemur á þungaflutningun. En það eru aðrir orkugjafar sem hægt að nota í dag, sem lífeldsneyti til dæmis. Að sjálfsögðu þarf að passa hvaðan það kemur, það þarf að vera framleitt með sjálfbæran hætti og það enginn að segja að við þurfum að framleiða allt lífeldsneyti á Íslandi. Þú veist, það enginn sem segir það, við erum ekki að framleiða alla olían á Íslandi og það hefur ekki staðið okkur fyrir þrifum hingað til, þú veist, að flytja inn. En það eitthvað sem væri hægt að gera bara strax, að fara að auka notkunni lífeldsneyti í þungaflutningum. En vegferðin hafin í átt að aukinni notkun raf þungaflutninga bifreiða, við getum orðaðið þannig. En það mun taka lengri tíma. Það hefur verið líka heilmikið rætt annars konar orkugjafa, til dæmis vetni, þegar kemur að þungaflutningum. Það í raun sama þróun og þegar kemur rafbílunum, þetta tekur tíma og við erum ekki komin á þann stað sem við þurfum að vera til þess að fara í massíf orkuskipti þegar kemur að þessu og varðandi aðgerðaráætlun stjórnvalda þá og hvata og lata sem tengist þessu þá hafa stjórnvöld ekki beitt sér í fyrri aðgerðaráætlun til dæmis hafa stjórnvöldur ekki beitt sér þegar kemur að þungaflutningum. Þau hafi raun bara beitt sér þegar kemur að léttari bifreiðum og hafa til dæmis sagt að sé bannað að flytja inn bifreiðar sem ganga fyrir bensín eða dísel eftir árið 2030. Það var í gömlu aðgerðaráætluninni, kannski kemur eitthvað nýtt í þeirri nýju, ég veit ekki. En hugsunin hvað varðar vöruflutninga og þungaflutninga að sama bann mögulega muni koma
kannski 2035, eitthvað svoleiðis, en mun seinna heldur en við hina léttari bifreiðar. En möguleikarnir eru margir og það hefur komið mér, satt best að segja, svolítið á óvart kannski að við höfum ekki hugsað meira þessa orkugjafa sem við getum nýtt nú þegar kemur að þungaflutningunum til að draga úr eins og líf. En það sem komið smá óvart í þessari rannsókn er að eins og það sýnir að þessir vörubílar eru ekki að fara svo langar vega lengdir á dag innan bæjar, kannski 50 til 100 kilometrar og svo í útkverfum kannski, eitthvað í kringum 100 kilometrar á dag og jafnvel út úr bænum þá eru bílarnir að fara stundum 250 kilometrar kannski, margir hverjir. Þannig að þessar lausnir sem eru í boði í dag, þær duga kannski ekki allt en í stóran hluta, en það ekki. Já, þær gera það. En samt þarf, það þarf betri, meiri þróun á batterítekninu og svo framvegis fyrir þessar þyngri bifreiðar. En þegar kemur að þessu, þetta var einmitt mjög áhugavert að sjá. En ef við hugsum það, hvað er verið að flytja? Hvað er þessi þungu vöruflutningar bifreiðar að flytja? Það er að flytja vörur fyrir hvern? Okkur og atvinnustarfsemi og hvar er hún staðsett? Hún er staðsett, svo mikið af henni staðsett í nálægð höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það í raun kemur þannig séð og einnig til dæmis í nálægð þéttari byggðar til dæmis fyrir norðan. Þannig að það kemur ekkert óvart að þessi bílar séu svona meira konsentreraðir á þessum svæðum og með styttri vegalengdir. Þetta sýnir hérna síðan þegar við mælt drægnina þessara bíla með við mismunandi aðstæður og maður sér að hún er mjög breytileg þannig að ef það er mikill kuldi og mikill mótvindur til dæmis þá er drægnin minni. Þannig að það er skonar áskorunir í þessu. Já, en það er sama með minni bílana. Já. Það er svoleiðis. Ég hefði viljað fara í alla hina þættina með þér en við erum alveg búin með klukkutíma. Við spjöllum svo mikið. Já, við kannski dögum bara annan þátt næst og höldum áfram. Er það ekki alltaf leið? Jú, það er bara rosalega gaman. En Brynhildur, takk fyrir komuna. Við reynum að klára þennan hring í öðrum þætti. Förum þá yfir kannski skipasamgöngur, flugsamgöngur, iðnaðurinn sem náttúrulega er stór þáttur, málmiðnaðurinn, svo eru sjávarútvegurinn og landbúnaður. Og losun frá landi. Og það, þannig að þetta er svo margt í þessu og ég hugsaði strax þegar þetta fara í þetta viðtal við þig að við myndum aldrei ná að fara yfir þetta allt saman. Þannig að svo er kannski betra að taka bara eitt bíta í einu og halda svo áfram setna. Fyrir ekki að vera að flýta sér allt of mikið. Alveg rétt. En takk fyrir komuna og við sjáumst. Takk fyrir.